þarna, sko. Merkilegt sem það er, jæja. Og svona, það er hægt að segja óskaplega mikið og margt þetta og þess vegna verður maður að takmarka sig. Ég ætla ekki að segja ykkur frá einstökum hraunhólum eða einstökum hellum. Þetta fara kannski yfir svona hraunið í heild sinni meira og setja það svona í samhengi við umhverfið og sérstaklega þau hraun hérna í nágrennu sem hafa runnið seinna. Nú er ég að fá þetta til að gera það sem það á að gera. Ég fæ þetta nú ekki til að flettast og á ég að gera það með fjárstýringunni kannski. Jæja, kemur aðalmaðurinn. Þetta er föst mynd. Heyrðu nú, og ég var með á þetta. Já, það var nefnilega það. En hér sjáum við mynd af Guðmundi Kjartanssyni jarðfræðingi sem að starfaði hjá Náttúrugripasafninu sem er forveri Náttúrufræðistofnunar tæplega 20 ára skeið. Í hittiðfyrra voru liðin 100 ár frá fæðingu Guðmundar. Hann var á sinni tíð einn af mestu og bestu jarðfræðingum þjóðarinnar. Hann lauk jarðfræðiprófi frá Hafnarháskóla 1939 og varð annar Íslendinga til að ljúka jarðfræðiprófi. Næstur og eftir Helga Pétur sem að gera það einhvers staðar nálægt aldamótum. Nú ekki með á hreinu hver var sá þriðji, það ekki verið Sigurður Þórarinsson. En Guðmundur sem sagt varð eiginlega fyrstur til að skoða Búrfellshraunið og taka svona eitthvað saman það. Og þess vegna er ástæða til að geta hans sérstaklega hér. En hraunið heitir náttúrulega ekki Búrfellshraun, heldur heitir það bara ýmsum nöfnum eins og örnefni eru almennt í landinu. Hraunið heitir Hafnarfjarðarhraun á einum stað, Gálgahraun á öðrum og Garðarhraun og Urriðakotshraun og Gráhellurhraun og Smyrlabúðarhraun og Svínarhraun og Vífilsstaðarhraun, bara svona eftir því hvar maður er staddur í hrauninu og það er ekkert sjálfgefið að þeir sem að notuðu þessi nöfn á sinni tíð hafi gert sér endilega grein fyrir því að þetta veri allt ein og sama jarðmyndunin. Nú hér er mynd svona bara til að setja okkur inn í þetta, hún er nú hérna reyndar eldri heldur en IKEA og fleiri stofnanir hérna, þetta er svona eiginlega til heiðurs Pétri frænda mínu Stefánsssyni sem að valdi þessa mynd. Hann er ekki ánægður með þessar skemmdir á þessum hraunum hérna frekar en ýmsir aðrir. En það er farið að draugagangur í þessu. Ég veit ekki hvað Starri Heiðmarsson er að þvælast þarna og hvað hann er að hrekkja krumman þarna. En sem sagt ég setti hérna merkistofnunarna þarna ofan á staðinn þar sem þeir eru stödd núna og nú er ég að vita hvernig á það, sko, þá gerist eitthvað annað, sko, þá er hægt að láta koma ljós með, það er svona, já, hérna, hér er Búrfell, sko, og held ég veit hvað má ekki reka sig í þessu, hér er Búrfell, og hraunið hefur sem sagt runnið sem niður liggur meðal annars hérna norður og vestur með Vífilsstaðahlíð sem er hér og hérna niður fyrir Urriðaholtið, þetta er Urriðaholt. Hér er Urriðakot og túnin í kringum Urriðakot og Urriðavatn og síðan er Setbergshlíð hérna hinum megin. En hér er sem sagt Búrfell, Helgafell og Húsfellsbruni hérna. Fyrir þá sem að þekkja þetta vel, þetta eru grágrýtishæðir hérna, en síðan hefur hraunið runnið hérna sem sagt í lagðirnar á milli. Hér sést í Kaldárssel, Undirhlíðar, Lönguhlíð, Grindaskörð,
Þrínúka, Kóngsfell, Blómfjöll. Og þetta svona bara yfirlitsmynd til að byrja á einhverju, sko. Og svo svona helstu áfangar í rannsóknarsögunni eru útbreiðslukort fyrst sem að Guðmundur Kjartansson birti, það frá 1954, og svo merkilegt sem það þá birtist það í jólablaði Þjóðviljans. Og greinin hans heitir Hraunin kringum Hafnarfjörð, held ég hann heiti. Og Jón Jónsson í grein eftir hann frá 1965 fyrst notað samheitið Búrfellshraun yfir öll þessi hraun. Guðmundur skrifaði ítarlega grein á Búrfellshraunið 1973 í Náttúrufræðinginn og fjallaði þá aldursgreiningar ekki síst, sko. Hann lét aldursákvarða hraunið og Jón Jónsson skrifaði stuttan pistil leið berggerðina. Það seinna Helgi Torfason og fleiri á jarðfræðikorti sem sveitarfélögin gáfu út 1993, þá kemur fram hraunbleðill í svokölluðu Selhrauni sem suður af álverinu. Þar hraunbleðill mesturinn sem að reyndar ekkert getið uppruna á, en í grein sem að við Haukur Jóhannesson skrifaðum hraunin suður af hraunin við Straumsvík, skrifum hann í Náttúrufræðinginn 1998, þá gerum því skóna sem sagt að hraunið í Selhrauni, eitt af Selhraununum, og Hraunhóll sem suður undir Vatnsskarði, að það þessar myndanir séu frá sama tíma á Búrfell og mynduð í sama gosun eða sömu goshrinu. Og síðan árið 2009 birtist Árni Hjartarson heildaryfirlit yfir Búrfellshraunið, ágætt yfirlit í náttúrufræðinum, en þar sem sagt svona helst að veita upplýsinga þetta hraun. Þetta norðurhlutinn af korti Guðmundar Kjartanssonar úr jólablaði Þjóðviljans, sem sagt. Og hérna sjáum við hvernig þetta var. Þetta bara handrís, kallinn var flinkur að teikna, eins og við sjáum seinna. Og þetta sem sagt bara eins og þetta birtist í þessu merkablaði. Og svona til að sjá þetta betur, þá litaði ég hérna aðeins ofan í þetta. Og þá sjáum við hérna sem sagt að það eru merkt nokkur höfuðból hérna inn á þetta, engar stórbyggðir, en Hafnarfjörður merktur en ekkert nema bara sem fjörður. Hér eru stórbýlin Bessastaðir, Garðar og Vífilsstaðir og svo náttúrulega Straumur. Þetta bláa sem sagt Búrfellshraunið eins og það leit út hjá honum. Búrfellið hérna, norður af Helgafellinu, og taumarnir hérna niður í Hafnarfjörð og út á Álftanes. Annars vegar það sem hann kallar hér Hafnarfjarðarhraun, hvað heita hérna þessi hluti Rauðagotshraun, og Gráhellurhraunið hérna sem hann lennur hérna yfir hjá Setbergi út í Hafnarfjörð, og síðan hraunflákarnir hérna upp til Kaldársel, og lengst af var sem sagt miðað við að hraunið væri það bil af þessari stærð. Síðan eru hérna yngri hraun fyrir sunnan Hafnarfjörð. Hérna sem sagt Brunin áður Nýjahraun, það sem við köllum venjulega Kapellurhraun. Það heitir nú kannski upphaflega Brunin. Og svo eru Hvaleyrarhraun hérna eða þau hraun sem eru hér, þar sem að nýja byggðin í Hafnarfirði hérna sunnan við mestu leyti. En önnur hraun eru ekki sett inn á þetta kort. Þetta svona það fyrsta sem að var gert, og hérna sem sagt talar hann þetta allt sem Hafnarfjarðarhraun. Og hér mynd sem við bjóðum til á Google með íslenskum loftmyndum ofan á hæðagrunnum sem í Google. Og þá sjáum við hérna Búrfellið. Hún svona, það horft til norðausturs og sjónarhornið svona yfir Helgafelli cirka. Hátt yfir Helgafelli. Hér sér í Húsfell. Hér eru sprungurnar og misgengin á heiðmörkinni. Hér sem sagt Búrfellið og hér svona hrauntjöld sem hefur myndast þarna sunnan við það. Hérna sést Búrfellsskjáin, hvernig hún liggur út. Þetta hrauntröð út úr mjög myndarlegum hraungíg sem hérna upp frá, og hraunið sem sagt þetta dökka. Þetta með fýta putt á þessu.
Yngri hraun koma svo hér er Húsfellshraun, þessi hraun eru komin á Bláfjallasvæðinu, yngri hraun hérna og hér. Þetta sem sagt Búrfellshraunið og svo sjáum við hérna liggur ein sprungan inn í hrauninu, það nokkuð grónara, gegnum Búrfellið og hérna. Og það svona áberandi galli á þessari mynd reyndar að hæðagrunnurinn ekki alveg réttur því að þessi punktur hérna í gígnum hann lægri heldur en gígur hérna megin. Það svona galli í hæðalínum einhverjum. Förum svo áfram yfir þetta. Hérna ætlaði ég svona að setja þetta svona í kannski ekki alveg alþjóðlegt samhengi. Ekki að gera hjá fólksinu hérna á öðru hæðinni. En hér eru sýndar allar stóru megineldstöðvarnar á Íslandi með svona sprungurreinum sem kallaðar Við sjáum þessa frægustu, nýfrægu hérna, lítil hérna, lítið til Eyjafjallajökull. Kannski hinnar meiri hérna eins og Bárðarbunga hérna. Langar leiðir hérna, alveg suður í Torfajökul. Og Askja hérna með sprungur hérna norður á Melrakkasléttu. En hér lítið sprungukerfi sem eru kennt í Krýsuvík. Miðjan hérna einhvers staðar nærri Krýsuvík og síðan sprungukerfi sem teygir sig hérna norðaustur á heiðmörkina og jafnvel heldur lengra. Ef við skoðum þetta aðeins svona á korti sem ég bjó til fyrir nokkrum árum, þá sem sagt eru þetta sprungukerfin og gosreinarnar svo kölluðu hér á, þarna hann. Starri hann vinnur norður á Akureyri, bara svo við vita það. Hann ekki hérna. Þetta sem sagt svokölluð Reykjanessprungurrein, Reykjanes og Svartsengi. Hér kemur Krýsuvíkurrein, Brennisteinshjalla og Bláfjallarein og svo Hengillinn. Og brotnalínan utan svona goskerfið sjálft. Nyrsti hérna gígurinn í Krýsuvíkurrein Búrfellið, en sprungurreinin hún teygir sig áfram hér upp fyrir Elliðavatn og alveg upp í Mosfellssveit. Hér á Heiðmerkursvæðinu stýrir þetta sprungukerfi öllu grunnvatni til okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu og síðan teygir þetta sig áfram upp í jarðhitasvæðinu í Mosfellssveitinni. Sama má segja hér Reykjanessprungursveimin eða sprungurreinina. Gosreinarnar ná hérna norður í áttina að Vogum. Svo halda sprungur áfram hér út hjá Vatnsleysu og áfram hér jafnvel alveg yfir að Straumsvík. Það ekki langt frá Straumsvík sem ég hef séð sprungur og svo sennilega inn í jarðhitasvæðinu í Reykjavík. Og svona hægt að rekja þetta hérna. Við sjáum hérna Hengilinn frá Selvogi og norður í Þingvallavatn og svo sprungurnar áfram norður í gegnum Almannagjá og lengra. Þetta sem sagt partur af þessu goskerfi hérna þegar að gís á Krýsuvíkurreininni. Og hérna sjáum við mynd eftir Krýsuvíkurreininni endilangri. Þetta Kleifarvatn hérna. Hér Krýsuvíkursvæðið, jarðhitasvæðið Krýsuvík. Þetta Ögmundarhraun sem hérna neðst á myndinni. Hér Húshólmi og Óbrennishólmi. Gamla Krýsuvík, gamli Krýsuvíkurbærinn sem hér í hraunum hann hérna. Var hér á ströndinni upphaflega, en það kendur við vík sem hér hefur verið, en fylltist allt þessu hrauni þegar það rann hér fram 1150. En sem sagt gosreinin öll, hún hérna mest áberandi hérna á milli hálsana og aðeins líka handan við hinn hálsinn hérna sem Núpshlíðarháls og teygir sig áfram hérna. Og Helgafell svo í beinu framhaldi af Sveifluhálsi og Húsfelli líka sem hérna. Og síðan Búrfelli hérna rétt við þetta og þetta bara beint framhald af þessari gosrein sem og sjáum hana eiginlega alla á þessari mynd sem ég fekk einhvern tíma lánaði hjá Oddi Sigurðssyni til einhver annara hluta og leyfði mér að nota hana hérna aftur. Og ef ég fer svo aðeins yfir aldurinn á Búrfellshrauninu bara svona skipti hérna inn. Guðmundur Kjartansson lét aldursgreina hraunið og fékk út töluna 7200 og eitthvað, svo kallið C14 ár. Og nú svona yfirleitt farið að reikna þetta nánar þannig að tölurnar eru gefnar upp í almanaksárum, svona réttum
réttum árum, þannig að í venjulegum almanaksárum þá hraunið 8.000 til 8.100 ára gamalt. Ofan á hrauninu við Straumsvík eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yngri hraun. Hérna á að standa Selhraun 3, það hefur verið kallað Selhraun 1, Búrfellshraunið. Mistök hérna hjá mér. Og yngsta hraunið sem sagt Kapellahraun, sem við vitum að frá því 1150, Óbrynnishólabruni. Hann 2500 ára. Þetta eru leiðréttar tölur yfir í almanaksár. Sandfellsklofahraun rennur upp að Hraunhóli 3000 ára gamalt. Við höfum giskað á að svokallað Hrútagjárhraun sé 4000 ára, svo 2 hraun enn og svo Búrfellshraunið elsta hraunið sem við sjáum þarna sunnan við Straumsvík og það sem sagt 8000 ára. Og ég tók hérna nýtt kort sem að Íslenskar orkurannsóknir hafa gefið út og skóf ofan að því öll hraunin. Þetta græna á að tákna grágrýti, eins og hér á öllu höfuðborgarsvæðinu við erum minna. Og ég skóf það og færði ströndina hérna eftir þörfum þannig að hún miðar við einhverja gervigíga sem að skaga hér upp úr hraunum. Og svo eru bara settir hér hérna móbilsríki svona eftir því sem að við á. Hér Helgafell og hraunið búin að taka út hérna hraunið og reyna svona að átta mig á hvernig þetta, ef við reynum að átta okkur á hvernig þetta hefur gerst eftir að ísöld lauk fyrir kannski milli 10 og 15.000 árum. Það fór allur ís af landinu, áður var allt undir ís og það runnu engin hraun, heldur mynduðust bara móbilsríkir. Svo þegar ísinn var farinn þá fóru að renna hraun. Þetta fjólubláa hérna neðst svokallað þráinskjöldur sem myndar Vatnsleysuströndina hérna frá Vatnsleysuvík og yfir á Vogastapa. En það 10 til 12.000 ára gamalt, eitthvað svoleiðis, ekki þekktur nákvæmur aldur á því. En síðan kemur Búrfellshraunið hér ofan á og það kemur þá væntanlega úr 2 gígum, Búrfelli sem hérna, sem fína jólastjarna hérna, og Hraunhól sem hérna, skoðum hann nánar á eftir. Og þetta hraun sem við erum búin að skoða hérna og gömlum myndunum frá Guðmundi, það rennur sem sagt hérna aðeins í áttina að Helgafelli og Kaldárbotnum, en líka hérna norður með Vífilsstaðahlíð og Setbergshlíð og niður í Hafnarfjörð og áfram hér út í Skerjafjörð og myndar sem sagt hérna það sem við kallum Garðahraun og Gálgahraun. Og það var hérna við Hafnarfjörðin sem að Guðmundur Kjartansson náði að grafa sig undir hraunið á fjörunni og fann mó undir hrauninu sem að leta aldursákvörðin. Hraunið runnið við töluvert lægri sjávarstöðu. Sjórinn stóð sem sagt kannski 10 til 20 metrum lægra heldur en nú þarna fyrir 8.000 árum og ég ætla nú ekki að fara nánar út í það hér. Síðan ef við skoðum svo þetta jarðfræðikort eins og það lítur út í dag, nýjastu útgáfuna, þá sjáum við að hvernig þetta hverfur svo smám saman allt undir yngri hraun. Við höfum sem sagt þessi hraun ennþá efst, en allt sem ég sýndi hérna, þetta dót hér, þetta allt afsakið. Þetta sem sagt allt horfið undir yngri hraun og komið ný hraun hér yfir þetta allt saman. Og á þessum 8.000 árum sem eru liðin og ætla að fara svona nánar yfir þetta og eftir. Við getum þekkt þessi hraun hérna gerir sem sagt hérna Straumsvíkin, þetta hraun hér, þetta ljósgráa hér það sem við kallum Kapellahraun og þetta Óbrynnishólahraun, þetta þessi svokallaða Hrútagjárdyngja og hér eru Afstaparhraun og fleiri hraun og þetta Keflavíkurvegur hérna og þetta hraun sem við sjáum þegar við keyrum hann. En það ekkert eftir af gamla Búrfellshrauninu hérna nema smá bleðill hérna inn á milli. Og þeir eru gervigígar í hrauninu sem að þeir hafa runnið upp. Við sjáum aðeins úr þessu gervigígum okkur til skemmtunar á eftir. Og hér Hraunhóll. Veit ég hvort þið þekkið þennan gíg, það náttúrulega kannski engin nógu gamall til að muna eftir honum heilum. Ég man ekki eftir þessum gíg öðruvísi en sem þessari rúst hérna sem búið að moka. Ég kom fyrst að þessu einhvern tíman 77-8 með Jóni Jónssoni. Þá var þetta svona.
Hann heill á loftmyndum frá því 1950, mjög fallegur og reynsilegur, reglulegur gígur hérna og það var tiltölulega nýlega hægt að móka úr honum þarna þegar ég kom að það fyrst. Það hefur verið mókað úr honum fram yfir 1970. Þetta var einn aðal malanáma eða svona rauðamalanáma í nágrenni á Hafnarfjarðarsvæðinu sem sagt alla 20 ára skeiðvægt. Ég gerir ráð fyrir þekki þetta eru undirhlíðar, þetta er stóra náman hérna sem er hérna suður undir Vatnsgarði. Hér er einhvers staðar Varða þar sem stendur á Reykjanesfólkvangur þar sem þekki inn í hann og hér er vegurinn inn í Móholtsadal fyrir þá sem þekki hann og þetta hraun hérna sem rennur hér upp að gígnum hérna megin, það er það sem hefur verið kallað Sandfellsklofarhraun og er 3000 ára gamalt og hraunið sem rennur upp að hérna megin er Kapelluhraunið og þetta eru rústirnar af gígunum í Kapelluhraunið og hrauninu. En svona fór hraunhóllinn og ég velti fyrir mér af hverju Búrfellið fór ekki sömu leiðin og það bara sennilega vegna þess að það var erfitt að koma staði með tæki. Það var allt á þessum árum voru allir mögulegi gígar eyðilagðir sem að nokkur leið var að nálgast með vélum. Nú, ég bjóð fyrir allt mörgum árum til svona sirpu af svona til að sjá hvernig Reykjanesskaginn er svona myndaður af hraunum og þá að þetta verið cirka 15.000 ár. Þetta brúna á bara að vera svona eldri jalló, móberg og grágrýti sem er hérna, mest móberg og svo eitthvað grágrýti hérna utan við og svo bara eitthvað annað. Þetta er sem sagt á að vera svona cirka landið eins og það kom undan jökli og það búið að skera af ströndinni hérna hér og þar og hún hefur orðið öðruvísi. Fyrir 7000 árum voru þessi hraun komin. Þar sé þetta er þá Búrfellshraunið og Selhraunið hérna syðri hlutinn sem er væntanlega úr myndaðanlegin. Hér eru stóru dyngjurnar út á Reykjanesi, þessi hérna Sandfellshæð og svo hér Vatnsleysuströndin. Hér er heiðin Há og hér er Þjórsárhraunið mikla á Suðurlandi og sem sagt hérna í þessari stóru vík hefur þá allt fyllst upp af setum væntanlega frá Ölfusárósum eða Ölfusárósar eru hérna í þessu og hafa fyllt þetta hér upp. Svo hér komir Þjófarhraun á Þingvöllum. Nú þetta heldur áfram að bæta stofuna fyrir 3000 árum eru komin hérna nokkur hraun í viðbútt. Sjáum að hér er Vatnsleysustrandin öll komin sem sagt. Þá er hérna Vatnsleysuvíkin og Straumsvíkin hér. Straumsvíkin er náttúrulega ekki komin í raun og veru, en hún er það bil hérna. En þá er ennþá dálítið eftir af syðri hluta Búrfellshrauns, það er semst farið að þrengjast það þarna og það er að minnka svo lítið. En það eru semst að koma hérna fleiri hraun. Þetta hérna er til dæmis Leitarhraunið. Nú landnám þá komið ennþá meira hraunum, þá er svona ströndin orðin nokkuð mótuð, svona cirka eins og hún er núna. Og eftir og sjáum að það minnkar ennþá þess að við sjáum hérna syðri hluta hraunsins. Og eftir landnám hafa runnið þessi rauðu skeklar hérna, svona nokkurn veginn. Þetta er Kapelluhraunið hérna. Þetta hraun hefum við kallað hérna Hellnahraun eða Tvíbollahraun. Það er ættað hér ofan úr Grindaskörðum. Hérna og það stendur á því hluti af byggðinni hérna í Hafnarfirði, til dæmis Haukavöllurinn, Haukasegi húsið fína, það stendur ofan á þessu fallega hraunið eins og það leit út hér áður fyrr, en hér er þá sem sagt ekkert eftir nema Búrfellshraunið eins og við sjáum það núna. Það eru öll þessi eldri hraun farin nema það er smá skækill hérna það bygg hér sem að hérna er nú ekki hægt að sýna almennilega í þessu mælikvarða og þá sér maður svona nokkuð veginn hvernig þetta hefur hlaðist upp. Hér eru þessa mynd tók Kristján Jónasson í gær. Þetta er alveg nýjasta nýtt. Þetta eru tankarnir við álverið. Þetta eru gervigígarnir hérna suður við Selhraun og þetta er sem sagt Búrfellshraunið þar sem hefur runnið upp að þessum gervigígum hérna suður í Selhrauni. Þetta er lata hérna. Þetta er þvottavél, þetta er ofn og svo er ritvél hérna. Það kennir margra grasa. Svo snúum við aftur hérna að Búrfellinu sjálfu. Ég ætla aðeins að
nefna frekar þetta sprungukerfi í kringum það. Þetta sem sagt Búrfellið. Hérna erum við staddir við svokallaðan Helgadal sem ég sýni ykkur betur nánar á eftir. Það iðulega vatn hérna yfir þessu, það var þurrt núna, þetta stendur grunnvatn lágt þessa dagana. Og hér það bil 10 metra hátt misgengi í hrauninu. Sýnir bara hvað Búrfellshraunið hefur brotnað mikið í glenunar og goshrynum í Krýsuvíkursvæðinu eftir að hraunið rann þar sig á þessum 8000 árum. Það runnin 8 hraun ofan á það, kannski svona jafnaði 1 hraun á hverjum 1000 árum. Og það hefur sigið, þetta misgengjum, þetta svona cirka 10 metrar hitt, ekki nákvæm mælingni. Fyrir teikninga saman, eftir Guðmund Kjartansson, hún líka úr þessari þjóðvílagreinans. Þetta hérna sem sagt vatn í Helgadal, misgengið hérna og fer beint í gegnum Búrfellið. Og hérna önnur mynd af þessum sprungum í gegn, þetta svona Google mynd. Og sýnum ykkur betur hvað þetta aðeins norðar og þetta hið fræga hjallamisgengi hér á Heiðmörk og við sjáum að í framhald af því stærsta sprungan hér í gegnum hraunið hérna, og eru fleiri sprungur hérna, hér sprunga og sé ég þetta ekki nóg vel, ég sá þetta betur í tölvunni hjá mér, hér eru sprungur, þetta allt í hrauninu og hér sprung og þetta vatnsgjá. Þetta gjáar rétt hérna, þetta sem sagt framhaldið af Búrfellsgjánni hérna norður eftir og hraunið allt kolsprungið af þessum gjám sem eru svona virkar og hér svona aftur svona Google mynd af sem sagt þetta Búrfellið, þetta eru sprungurnar á Heiðmörkinni í grágrýtinu sem það hefur verið mikið minni hérna í hraununum enda hérna ekki fengið að myndast á mynd skemmri tíma því hraunið hefur lokað yfir allar sprungur og svo byrjar það að hreyfast aftur. Hér stóra misgengi sem við sjáum. Í gegnum, sem sáum á myndina áðan, hér sem sagt vatnið í Helgadal. Hér liggur þetta misgengi í gegnum Búrfellið og áfram hér í gegnum. Búrfellið brotið hérna nokkra metra hérna. Þetta sá Húsfell, hér eru yngri hraunin ofan úr Bláfjöllum. Þetta Valahnúkar og sést aðeins hérna í Helgafellið. Og hér önnur svona hrauntröð eins og Búrfellsgjáin. Ég ætla ekki að vera að fjalla hana sérstaklega, menn þekkja þetta margir, þetta mjög flott. Hér önnur svona eldri svona gjá í hrauninu. Og það sem ég ætla að benda á hér að þessi sprunga hér hérna gegnum Helgadal og fer hér beint yfir í Kaldárbotna. Þetta eru Kaldárbotnar og þetta Kaldá hérna þar sem hún rennur hérna og hér Kaldársels. Hérna sem sagt höfuð vatnsból Hafnfirðinga og það hérna og hér hérna Helgadalur og þar héldu skátar stundum svona skemmti úti listarhátíðir einhverjar og Jón Jónsson, þegar ég var að vinna með honum fyrir 1980 og vorum við þetta svolítið á ferðinni, þá var búið að girða þetta allt af hérna en þá hafði ekki allmörgum árum áður verið haldin þarna hátíð mikil og þá var reistur einhvers konar planki eða kamar hérna í gjánni þar sem að fólk hérna gat gert þarfir sínar hérna og svo Jón var nú ekki ánægður með þetta og hann setti litarefni hérna í gjána, fekk að setja litarefni eftir svona fortölur við bæjaryfirvöld í Hafnarfirði setti litarefni hér og það litarefni kom fram hér í vatnsbólum Hafnfirðinga klukkutíma seinna. Þá var girt. Sko, en ég ætlaði nú að koma aðeins meira inn á þetta vatn því að þetta svæði hér og þetta sprungusvæði sem að færir okkur Búrfellið, þetta fína hérna sem að hefur fengið að vera ósnert hérna, svo merkilegt sem það að það færir okkur allt vatni, allar þessar sprungur sem eru hérna, vatnið liggur í þessum, það kemur hérna ofan úr Bláfjöllum, skellur á sprungukerfinu og sveigir hérna til suðvesturs, flæðir hérna suður í hraunin úr Kaldáni og rennur til sjávar í Straumsvík og svo hins vegar niður í Elliðavatn og þaðan niður Elliðavatnar til sjávar. Það sem vatnsból Reykvíkinga, vatnsból Garðbæinga hérna einhvers staðar á milli, ég kann ekki þá sögu eða Kópavogi, en það ekkert aðalatriði.
hér sjáum kannski svona óskýra veg hérna. Þetta er línuvegur sem liggur hérna ofan við Húsfellið og hér eru nokkur plön svona í þessu, eða blettir. Þetta eru stauraplönin fyrir háspennumöstrin og hér nákvæmlega á að leggja núna, samkvæmt áætlun, tvöfalda 400 kV háspennulínu. Og ég hef skrifað eina blaðagrein gegn svona þess að ég lýsi áhyggjum af þessari framkvæmd hér ofan á vatnsbólunum. Ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því að ef þetta er komið upp að það hérna valdi neinum verulegum vandræðum. En meðan er verið að byggja þetta er ógnarframkvæmd og ef það veltur ein búkolla og fer úr tanknum á henni, þá er ekki langt hérna niður í vatnsbólinu. Og ég bara segi, þetta er stærsta auðlind rigninga. Ég held að þetta sé merkilegur auðlind heldur en hitaveitu geymandir. Ef við höfum ekki kalt vatn, þá er ekki vegna að hafa bara heitt vatn. En þetta er stór mál sem að hérna mér finnst að yfirvöld í sveitarfélögunum hér á höfuðborgarsvæðinu hafi farið mjög frjálslega með og ég held að hafi öll samþykkt þetta á skipulagi. Það er önnur sprunga hér ef við viljum sjá hana hérna og hér þetta er efsta sprungan, svo eru bara hraun, gegndræp hraun og það lekur allt beinustulega hérna niður til. Þetta var klukkutími, þetta eru kannski 5 tímar. Það er kannski ekki alveg eitt sprungur, svo sett ég nú hérna til skemmtunar mynd ofan af Hellisheiði. Þetta er 400 kV háspennulína eins og þar sem á að reisa þarna frá. Það er svona lína núna fyrir þessari gerð, 220 kV lína, þá að reisa 2 svona við hliðina á henni. Bara svona til fróðleiks. Svo ætla ég aðeins að koma aftur á vatninu hérna. Þá erum við höldum lengra og þetta er bara svona til að minna upp eftir vatnið í Kaldabotnum. Kaldá var enda alveg þurr í gær, ekki dropi í enda eins og ég sagði án allt. Vatn, þannig er einhver alfallegasta vatnsból á öllu landinu. Þetta er þessi girðing sem að Jón fékk setta upp. Svo ætla ég svona í restina að fjalla aðeins berggerðina í hrauninu. Og þetta hraun er svolítið sérstakt að því leytinu til að það er ólífingílótt eins og við köllum og ég ætla að leyfa ykkur að sjá þess að steina hérna svona í restina. Ólífingílar, það eru oft dílar í svona hraunum, þannig að bergið er sem sagt kristallað og það eru stærri kristallar inn á milli sem hafa komið heilir upp með hrauninu, hafa byrjað að myndast í djúpinu og algengustu kristallar sem við sjáum í hraunum hér á landi eru plagióklaskristallar og þeir eru hvítir en Búrfellshraunið er svolítið óvinnilegt að þýlitinu til, það er mikið af ólífinni, það eru grænidílar og brandarakallarnir sögðu í menntaskóla þegar voru að læra þetta ólífin og plagióglas og þetta, það getur drukkið ólífin úr plagióglasi en hérna ég með hérna 2 steina sem ég tók úr hrauninu í gær og svo er ég með perlufesti frúarinnar. Og þetta er ólífin, ég sjáu, geti ég vafalist fengið að handleika þetta eitthvað og þetta er sem sagt ólífin, það er dálítið algengt í svona hnyðlingum suður og inn í Lanzarote á Kanaríum, þetta er rætt að það. Það er hægt að sjá hauga af ólífinni þar í berginu og hérna er svona ólífin og